Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða aðeins ungskáld á Eyjafjarðarsvæðinu. Verið velkomin til okkar bæði tvö. Takk fyrir. Segðu okkur frá þessu verkefni sem að fara af stað núna. Sko, verkefni raunir ekki að fara af stað núna heldur þar að segja Þetta er í fjórðaskipti, já. Já, þetta er í rauninni fjórðaskipti sem að ungskaldaverkefnið er kynnt. Að fara af stað. Í rauninni, Fjórðaskipti að fara af stað. Já, en hérna, ungskaldaverkefni gengur sem sagt út á það að hvetja ungt fólk á Eyþingssvæðinu á aldrinum 16 til 25 ára til þess að skrifa. Já, og Eyþingssvæðinu, þannig ég hafði vitlaust, þannig að þetta skiptir máli, Eyjafjarðar og Þingeyjarsveit. Og það er í rauninni bundið við það vegna þess að þetta verkefni væri ekki til nema ef það sem sagt fekk styrk frá menningarráðinu og svo nú sóknaráætluninni. Já. Þannig að það er til í rauninni vegna þess að við höfum fengið styrk þaðan. Já, algjörlega. Já. Getið þið lýst aðeins fyrir mig, hvernig virkar þetta? Þetta virkar þannig að þetta er í rauninni tvíþætt. Annars vegar þá fáum við utanaðkomandi skapandi listamann til að vera með ritsmiðju og við erum að gera það núna í þriðja skipti. Fyrst var það Andri Snær og svo var það Katgrá P í fyrra og svo núna kemur hún Hildur Knútsdóttir og þá er þetta svona eitt síðdegi sem að þau eru og leiðbeina skáldum skrif eða leiðbeina eða allavega svona hvetja þau og koma þeim af stað og síðan er hérna samkeppni þar sem að skila inn sköpunarverkum og dómnefnd fer svo yfir og það eru þrenn verðlaun veitt fyrir skrifin. Hvað ef við ungskáld, ung er teygjanlegt hugtak, hvað er það í ykkar tilfelli? Hvað sagðirðu, Hilda? Já, 16 til 25. Já, 16 til 25, já. Og sem sagt þessi ritlistasmiðja sem Hólmkell nefndi, sem er núna á laugardag, ætla að ítreka það kostar ekkert að taka þátt. Er frá 13 til 16 í Rósenborg upp á 4. hæð og hérna við á sínu tíma eftir að keyrt verkefni í fyrsta skipti þá náttúrulega erum við að taka hegnin á næsta stig og þá spurðum við ungmennin hvað er það sem við myndum vilja gera og þetta var í rauninni svona ákveðin viðbrögð sem við fengum að væri gaman að fá einhverja leiðbeiningu og þá ákveðum við að gera það og þetta við tekist rosalega vel. Já. Skapandi hugsun, skapandi skrif og fá einhvern sem að ég svolítið skilur þennan aldur og á auðvelt með að ná til þeirra. En hvað máli skiptir þetta? Sko þetta skiptir öllu máli vegna þess að í öllum manneskjum býr þörfin fyrir að skapa og í öllum manneskjum býr líka þörfin fyrir að segja sögur og heyra sögur. Það sem er svo, spurningin er í hvaða formi brýst þetta út og það getur verið sko með skrifum, það eru einhverjir sem gera það og svo eru aðrir sem að mála og sem er tónlist eða spila eða gera hvað sem er. En það er líka þess vegna sem að við höfum reynt að fá skáld sem að hafa víðtæka reynslu eins og til dæmis Andri Snær. Já. Andri Snær, ég meina hann hefur skrifað sko pólitíska bók, hann hefur skrifað skáldsögur, hann hefur skrifað vísindasskáldsögur, hann hefur skrifað barnabók og ljóð og allt það. Katgrá P, hann hefur líka verið, hann er náttúrulega fyrst og fremst þekktur sem rappari en hefur líka verið að leita fyrir sér á ýmsum ritvellinum. Já. Og nú Hildur, hún hefur skrifað skáldsögur og hún hefur skrifað ljóð og hérna Það fengi íslensku bókmenntaverðlaun og fjöruverðlaunin. Já, og barnabækur og þannig að við höfum svona verið að reyna að skal ég segja þetta er skírskota til þess að sköpunin er svo, þú sért að skrifa, þá er það í rauninni hvað sem þú getur verið með og við höfum fengið kvikmyndahandrit og allt mögulegt sko, sem er mjög ánægjulegt. Ég var einmitt að lesa pistil eftir hana Hildeir Bolladóttur, prest hérna á Akureyri sem er nú með þátt hjá okkur og hún skrifaði pistil daginn undir fyrirsögninni bækur bjarga mannslífum og var þar einmitt að tala hæfni fólks til þess að nýta orðaforða sinn til þess að lýsa tilfinningum, mætti ekki gleymast og ekki vera sett í staðinn fyrir gifmyndir og broskalla. Nákvæmlega. Ég hafði svolítið gaman að þessu í tengslum við þetta verkefni ykkar að sko
við erum náttúrulega í einhverju bilaðislegri tæknibyltingu og það hefur nú lengi verið talað um bækur myndi deyja út, blöð myndi deyja út, skrifað máli myndi deyja út og svo framvegis. Sjáu þið, en á endanum valla gerist það þegar að það er einhver, eða hvað, þessi tilfinning til þess að koma frá sér. Já, svaraði. Sko, ég er búin að vera að hugsa rosalega mikið um þetta og mér langar til að koma aftur inn á það sem ég var að segja, að það sem hefur ekki breyst er maðurinn. Já. Tæknin er alltaf að breytast, en maðurinn, og svo ég vitni nú í skáldið Jón Kalman, að hjarta mannsins hefur ekkert breyst. Þörfin fyrir sko ást er jafn mikil og hún var sko á 17. öld. Sorgin, hún er ekkert minn í dag heldur hún var fyrir 200-300 árum síðan. Og það er það sem að skiptir máli, held ég, að þrátt fyrir alla breytingar og tækni og boðleiðum og öðru slíku, þá hefur maðurinn þessa þörf. Og þá komum við að því með þetta að segja sögur og láta segja sér sögur. Að það er sko innbyggt í og kannski gildi menningarinnar líka. Við vorum nú að tala um hérna viðtal við hann Hilmar Braga Janusson frá Genis á Siglufirði, líftæknifyrirtæki þar sem að sagði um þetta fólk safnaðist saman í kringum menningu en ekki endilega í kringum fyrirtæki. Nei, nákvæmlega. Þannig að menningin okkar er Ef að fara saman í bankan. Já, já. En kannski er þetta nefna líka að á sínum tíma þegar þetta verkefni fór á stað, þá var það einmitt vegna þess að við svona aðeins litum yfir hvað er að gerast á svæðinu, hvað er að gerast í menningamálum og hvaða listgreinar eru að blómstra. Og það vantaði rauninni svolítið upp á að það væri verið að styðja við ritlist. Og þess vegna í rauninni var þetta verkefni til. Það var rauninni upphafið. En hvað með að ná til þessa hóps? Er hann áhugasamur? Já, hann er það. Já. En það er hins vegar ekki, það er ekki alveg einfalt í rauninni samt að ná til hópsins. Það er að segja að það þarf að hugsa markasetningu og svoleiðis eitthvað öðruvísi. Við þyrftum í rauninni að vera með einhvern ofsalega frægan snappara á okkar höndum sem myndi segja sko það verða allir að fara þarna og þá myndum við ná til breiðari hóps. En við náttúrulega erum, sko verkefnið er samvinnuverkefni Landsbókasafnsins, Akureyrarstofu, Menntaskólans á Akureyri, VFMA og Rósenborgar, sem sagt ungmennahússins og svo hefur við verið í samvinnu líka við Menntaskólana Tröllaskaga, Framhaldsskólan á Húsavík og Laugum. Og það var ekki fyrsta skipti fyrra sem kom verk frá einum af skólunum utan. Kom utan á Tröllaskaga. Og það væri svo óskandi að það kæmi líka meira utan og auðvitað er líka og ég legg áherslu á það að þetta er ekki bara fyrir þá sem eru ekki bara fyrir framhaldsskólanemendur, þetta er fyrir þennan aldur. Þú getur verið að vinna bara einhvers staðar og ert jafn mikið að skrifa og einhver sem er að sækja skóla. Þetta er fyrir alla, jafnt ritlistarsmiðjan eins og samkeppnin sem slík sko. Og verðið þið spennt yfir þessu? Er þið spennt yfir að sjá hvað gerist og hvað við fáið? Þessi textar eru ótrúlegir sem hafa komið, bara hreint útsagt. Og það var sko, ég finn það sem ég fæði svona gæsahús til að hugsa til sko lokahátíðinni fyrra þegar við tilkynntum hverjir hlutu þessar viðurkenningar og stemningin einhvern veginn þar. Þetta var svo gaman og þetta er bara eitt af þessum verkefnum sem að hefur, ég ætla að segja sem ég nú komið með ýmsum verkefni í Akureyarstofu. Þetta er eitt þeirra sem stendur svo klárlega upp úr. Þannig að þetta er svolítið snýst um það. Hvetja líka fólk til þess að fara á stað því maður hefur heyrt um mörg skúfuskáldin sem að hafa orðið það allæfi. Svo er það líka það að allir sem eru í skapandi skrifum, ef maður nota það orð, að þeir tala um það að vera í sambandi við hver við annan. Og það er líka hlutur sem ég vonast til þess að gerist, að ungskáldin finni hvort annað, lesi fyrir hvort annað, tali við hvort annað og það verði svona skálda menning. Já, það er kannski þægilega líka að prófa að sýna einhverjum í þeim hópi, svona fyrsta skiptið. Svo hvað finnst ykkur? Þau eru á sama stað. Já, snyggt. Að lokum, bara praktískt, hvað áskar á sig og svona? Sko, þú getur skráðið með að senda post á ungskáld@akureyri.is en það verður engum vísað frá.
Já. Nema náttúrulega kannski að við kæmum, hún er Já, bara gömul, já. sko. Svolítið gömul. Og þetta unga fólk, er þetta ekki ofmetið? Þurfum ekki að fara að halda svona Nákvæmlega. ritlistar Já. skapandi skrif fyrir 40 pluss? Já, jú. Það eru svoleiðis námskeið, sko. Já. Já. Það eru svoleiðis námskeið, við erum bara að Ok, skrá ok. okkur. Vertu bara velkomin. Já, takk. Ég er ekki orðin fertug. Nei, djók, jú, ég er orðin fertug. Við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.